Eitt fyrir framan og svo gamla. Eitt framfyrir og einn gamlan. Eitt framfyrir. Halló? Ég er hérna, já. Ég er að tala við vídeóið. Hún er 5 mínútur yfir 5. Já. Já, það er bara að lengja daginn. Eitt, tveir, þrír, fjórir, 5, 6, 7, 8, 9. Við viljum hafa 12. Þá tek ég bara hérna eina af þessum gömlu.
10. Gera svona í öðru hverju. Þá er komin 11. Svona. Þá er komin 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og þá er bara að halda áfram. Þangað til maður er komin hingað. Þá breytast hlutirnir. Jæja, þá er komið að því að tengja. Þá splitta maður þessu svona. Smá svona munnvatni í þetta, svo þetta þæfist. Þetta er komið svona, nú ger ég bara svona cirka mína stærð og þá hef ég svona sentimetr hérna, af því það kemur hérna ein rauði viðbútt þegar það tengist við næsta putta. Þannig að núna fer ég ekkert hérna, nú fer ég bara beint hérna og geri lóa stærðina. Kaffisopa.
Sko, þá er þetta bara að vera svona, sko. Og reyna að halda þessu hérna svona alltaf flötu, sko. Það fara ekki að koma svona einhverjar krömpur í það. Það er mikið atriði. Ég ætla að klára þetta í ráleitunum. Hérna, þá er ég komið með þessa lengju. Og þetta er lófastærðin. Og þegar ég byrja alltaf að telja, sko, ég byrjaði á því þegar ég var að hanna þetta, að það er náttúrulega hægt að bæta við bara 3, en ég heldur mig bara við það sem ég byrjaði með. Þetta ekki reiknaði með 1, 2, 3 í milli putta og svo byrjaði að telja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 43, það þurfa að vera 44 í hérna extra large hanskum, sko, og þá fer ég hérna kemur upp, ég tel hann ekki með, það er 1, 2, 3 og svo fer ég í 2 næstu, þannig að það eru 3 alveg auður á milli og svo bara tengi ég og held áfram. Og svo er þetta bara hring eftir hring. Og Íslendingarnir urðu svona ægilega fornærmaðir að þessa stórmerkilegu íslensku þjóð að stilla þeim upp með Grænlendingum og Vestur-Indíubúum og Færeyjum. Og upp hefst þessi svakalegi fundur. Og í nefndinni eða skrælingjafélaginu, eins og nefndin var kölluð, sátu nú ekkert ómerkari menn en Finnur Jónsson og Bogi T.H. Melster og Valtýr. Þetta er svona voðalega notalegt verkefni, þetta er svona til þess að koma sér í gang á laugardagsmorgni. Kaffi. Að reyna að svara fyrir þessu ósköp. Hann var bara rekinn í félaginu og fundagerðirnar eru náttúrulega með slíkum ósköpum að ég bara lesa fyrir. Svona, sko. Finnur Jónsson er að halda þarna erindi. Þá er þetta. Hann ritar hinn fundagerð og komið hérna. Þetta virkar svolítið stórt, en það togast inn hérna á milli allra putta. Þá verður þetta alveg matulegt. Svo bara halda áfram. Jæja, nú má komin hingað. Það er sko, maður þarf að passa að þetta hérna sé sko jaft.
og þá vill maður hafa hérna 6 hopp yfir 6 sko, þannig að maður prjónar hérna út í loftið Í áramóta ávarpi sínu á 12 stykki, að það væri tímabært að 1, Grænlendingar tækju skref fram á við og mótuðu sína eigin framtíð. Hann sagði að kjörtímabilið sem hefst af afstöðnum þingkosningum í apríl myndi snúast að miklu leyti þessi nýju skref. Í dag Grænland með sjálfstjórn en lítur enn dönsku stjórnarskrána. Þetta þýðir að sjálfstjórn Grænlands fer með löggjafar og framkvæmdavald á völdum sviðum. Grænlensk yfirvöld geta tekið ákvarðanir sjálfstæði landsins og innleiðingu eigin stjórnarskrár. Ineki Fjelsen, stjórnmálaskýrandi og fyrrverandi meðlimur í flokknum Siumut, sat á grænlenska þinginu frá 2014 til 2018. Hann var formaður nefndar sem lagði fram tillögu að grænlenskri stjórnarskrá fyrir 2 árum. Í draugunum meðal annars lögð áhersla á réttindi og skyldur grænlensku þjóðarinnar á grundvelli grænlenskrar menningar, tungu og sjálfsmyndar. Að mati Kjelsen var EKD með mun meiri áherslu á hugsanlegt sjálfstæði Grænlands en í fyrri áramóta ávarpi. Hann hafi talað að Grænlendingar eigi sjálfir að ákveða hvers konar ríki Grænland eigi að vera og það sé ekki eitthvað sem önnur ríki eigi að skipta sér af. Ástrós Signíðardóttir tók saman. Tomiko Ituka, sem var titilinn elsta manneskja heims, látin 116 ára. Hún lést á hjúkrunarheimili í heimaborg sinni Ashia í Japan í lok síðasta árs. Ituka fæddist í maí 1908. Borgarstjóri Ashia segir hann hafa gefið fólki von og hugrekki á sinni löngu ævi. Langlífið mikið í Japan. þá held ég að sé komið 12. Eldri en 100 ára. Meirihluti þeirra konur. Íþróttirnar í kvöld verður íþróttamaður ársins. Og þá tel ég hérna Samtök íþróttafréttamanna hafa staðið fyrir kjörinu frá árinu 1956. 6, Einn og meðan þeirra 10 efstu. þá fer ég í næstu 2. Handboltamaðurinn Ómar Ingi Magnússon var valinn íþróttamaður ársins 2021 og 2022 og aftur á meðal 10 efstu í ár. Auk hans á listanum í stafrófsröð fótboltamaðurinn Albert Guðmundsson, sundmaðurinn Anton Sveit Markí, fimleikakonan Ásta Kristinsdóttir, kniptingakonan Eygló Bandar Sturludóttir, fótboltakonan Flódís Perla Viggósdóttir, fótboltamaðurinn Orresteinn Óskarsson, sundkonan Snæfríður Sól Jórunardóttir, kraftlyftingakonan Sóley Margrét Jónsdóttir og fótboltakonan Sveindís Sinn Jónsdóttir. Auk íþróttamanns ársins verður þjálfari ársins valinn sem og lið ársins. Sýnt verður beint frá kjörun á RÚV og hefst útsending í 20 mínútum fyrir 8. Íslenska karlalandsliðið í handbolta undirbýr sig nú fyrir heimsmeistaramótið sem hefst 14. janúar. Íþróttamaður ársins 2023, Gísli Þorgeir Kristjánsson, vill ekki hugsa of langt fram í tíman. Ekki bara byrja því að taka svona einskrifinu og einhvern okkur því að gera og klára riðilinn sem best og einhvern okkur á þeim leikir sem framöndan eru og það er ekkert launungamál að helsta prófurinn okkar á móti í Slóveníu. Sagði Gísli Þorgeir Kristjánsson. Luke Littler frá Englandi varð í gærkvöld heimsmeistari í pílukasti í fyrsta sinn. Hann vann hollendinginn Michael van Gerwen í úrslita viðureign í Alexandrapalaz í Lundúnum 7-3. Littler byrjaði af miklum krafti og komst í 4-0 og lagði þar grunninn að sigrinum. Van Gerwen, sem þrisvar hefur orðið heimsmeistari, var fjarri sínu besta en prestist aðeins. Þeir skiptust á að vinna næstu sett og Littler kláraði titilinn í 10. settinu. Littler aðeins 17 ára gamall og yngsti heimsmeistarinn frá upphafi. Sá yngsti áður var einmitt Van Gerwen sem vann sinn fyrsta titil 24 ára árið 2014. Almar Ormarsson sagði frá íþróttum. Veðurhorfurnar, það er spáð norðlægri eða breytilegri átt 3–10 metrum á sekúndu, verður víða léttskýjað, skýjað að mestu á norðaustanverðu landinu og sumstaðar lítilsháttar él. Bólmandi veður, frost víða 5–15 stig síðdegis. Svona sko. Lélega snjókoma á norður- og austurlandi en bjartviðri sunnan heiða. Hvessir svo suðaustanlands annað kvöld. Þá er þetta komið sko. Nú prjónaði ég hérna hingað og þá byrja ég að taka inn sko. Tek alltaf 3 inn hérna yfir puttanum
3 hringi. Það var sem sagt 9 sem maður tekur inn. 3, 6, 9. Þannig að nú ætla ég að prjóna smá. Og jæja, þá er það hérna. Það tekið 2 fyrir framan þetta síðasta hérna. Þetta er svona venjulegt spor sko, 1 fram og 1 gamall. En nú er það bara 2 fyrir framan. Þá er ég búinn að taka inn 1 spor sko. Og það verða 3 hérna í þessu yfir þumalinn. Við byrjum á ferðalagi Sigurðar frá Íslandi til Danmerkur. Hann fór utan með Gullfossi 9. Skipið sjálft er undir árið til fljótandi borg með sitt eigið símætturfi, sitt eigið útvarp. Hvar sem í skipinu getur hver maður hýrt höndum framferð. Farþegar eru fæstir til viðtals með hátalara sem hljómar í öllum húsakynnum skipsins. Þannig eru skiptingar virtar og allstaðar heyrist skipi það sem framfer og talað í hátalara. Þá er það aftur. Ferðamáttur dagsins í dag vissulega aðeins meira prívat en sú fljótandi borg sem Sigurður lýsir hér. Og þó, myndist við slíkar aðstæður líka ekki viss. Það var átti glatt á hjalla borðið í Gullfoss. Þarna kynnast menn og tala saman sem þekkjast í sjón í Reykjavík og hingað og þangað út landið en tala aldrei saman annar. Sjóferð er mikið skilnir manna og það er að því að þá verða menn stundarsakir að lifa í mjög þröngu og loflu samfélagi án þess að þurfa þó að stríða við sín daglegu viðfangsefni. Viðskipti sín búskap, embættisstörf, útgerð og allt þetta bjástur og vakstur sem alltaf öðru hvoru er að valda ávextrum á milli okkar manna. Skipstjórnin á Gullfossi svarar fullkomlega til skipsins sem verður sóma eins og skipstjórn. Og svo er líka best að segja það leið eins og það að sumir Íslendingar sem ferðast eru þannig gerðir að það er mjög verið að gera þeim til hæfi. Það er eins og sumt fólk haldi að það er ekki komið öðrum nægilega vel skilning hvað skipta Svona. nema Einu sinni enn. horfnum sér finna að setja út á og vanda. Ég þarf víst ekki að taka það fram að þetta er ógnarlegum Ég man ekki hvort ég sagði það áðan. eða þín kona En sko til þess að finna hvar maður setur þetta gat hérna, fyrir sjóðsá þá legg ég það á saman, sem það er, jafna, er allt á besta veg, tappar vinsamlega og svo finn ég hérna það sem það brotnar. hefur brosandi Það var hérna tökum og óhættum einn sem er beint út frá kantinum. því að eggin eru búin þegar brauðin er komin að manni við morgunverðarborðið. Og 6 frýr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og svo eru 12 lykkjur í þessu og þau fara í 7. og 8. Þá er þetta, sko, þetta verður vinstri vellingur. Þá er þetta hérna svona beint hérna og þetta nær aðeins inn í lóan. Það er þannig, sko. Herru, þá er bara að prjóna annan hring þar til maður kemur hérna hingað. Þá þarf maður að taka aftur inn 3. Sést alveg greinilega hvað það hefur mikið að segja, hvað það byrjar að fara inn hérna. Til þess að fara úliðinn. Það er það alræti, prjóna smá. Herðu, þá er komið að því að taka aftur 2 hérna fyrir framann, 3 sinnum í þessum hring. Já, eða hvað? Þegar ég að segja opnar börn, það er allavega Níels Bohr langþjálfans. Það eru svo margir eðlisfræðingar í fjölskyldunni að ég vissi sko að sonur Níels Bohr fékk líka Nóbelsverðlaun einhvern tímann. Já, það er hann, þetta er ekki Ove Bohr, en sá sem það er að kenna mér, hann er frá öðru
Þannig að það er mikið eðlisfræði að þeirra heimspeki greinilega. En það er einhvern veginn, já, það er mjög áhugavert að vera hérna í vöggu Aftur hérna. og mjög spennandi og það skilur sig líka í því að það er mikil áhersla á skammtafræði hér við hins vegar Niels Bohr Institute. Svolítið fyndið af því að nú vitum við Íslendingar mikið Kaupmannahöfn og eigum alls konar tengingar. En skammtafræðin er ekki eitthvað sem ég hef tengt í Kaupmannahöfn áður en ég byrjaði að gera svona þáttasögu. Er þetta eitthvað sem þú vissir? Ég hef aldrei pælt mikið í þessu áður en ég fór að pæla svolítið í eðlisfræði og ég heyrir um þetta en ég held að sé líka út að tengingar okkar Íslendinga við Kaupmannahöfn eru svo margvíslegar að það er einhvern veginn kannski ekki pláss fyrir að pæla líka í þeim tengingum. Svona, þetta var svolítið stutt, það verður leiðilegt að þæfa endan við hérna. Það er allt í lagi, mér liggur ekkert á. Og það er þessi græni. Mér finnst gaman að hafa það svona í kamúlasi, það er svona eiginlega mitt vörumerki. Þá var ég alltaf með 3 eða 4 dokkur í gangi í einu. I'm originally from Germany, born and grown up in Berlin, and studied physics, did a PhD in physics, and then after my PhD I switched to history of science. Kristján sem er þýskur segir mér að eftir að hafa klárað doktorsgráðu í eðlisfræði þá hann snúið sér að heimspeki og sagnfræðisvið eðlisfræðinnar. Þegar ég spyr hvers vegna hann hafi snúið bakinu við eðlisfræðin sjálfi, segir hann mér að upprunalega hafi áhugi hans ávallt legið í heimspeki vísindanna, þekkingar og sagnfræði. Hann hafi þó snemma í ferlinu áttað sig á því að til þess að skilja heimspeki vísindanna almennilega yrði hann að skilja eðlisfræði og stærðfræðina á baki. En þegar Svona sko. tók á skrif, þá var hann gleymt upprunalegum heimspeki áhuga sem Þá er bara einn hringur í viðbót að þegja og reikna fyrir og vita sem hvað varst að gera. So shut up and calculate and think about what you're doing. So that reappeared when I was doing my PhD. fyrir næsta eða síðasta hringinn sem maður tekur inn sko. Stofnun sem hann og samstarfsmenn komu fyrir laggirnar árið 1921 Það komið svona. og var landi hjá Viðar sjálfum eftir andlát hans. Þetta fylgir alveg hendinni hérna. Flug á öðrum og þriðja áratug síðustu aldar. Margir af helstu eðlisfræðingum 20. aldar unnið eða áttu þar Svona. vísindafólkinn Jæja, þá er komið að nú er búin að fara hérna sko og taka inn hérna 3, 6, 9. Búin að taka inn 9 lykkir hérna og nú er þetta alveg bara klára þessa tegunda hingað og svo byrja ég að gera stroffið. Fyrst er ég að gera putta. Nú ger ég alla puttana og þá setjum ég endan inn hérna. Svona. Geym hann hérna. Síðan fer ég hérna í þessa fyrstu. Í fyrirlestrum skammtafræði þar útskýrir hann hugmyndir Jöfnu Heisenbergs nánar. Hann skrifar: Heisenberg ímyndaði sér að rafeindir væru ekki alltaf til. Og Þær eru aðeins til ef einhver horfði á þær. fer ég hérna fyrsta. Þegar þær lenda í víxlverkun við eitthvað annað. Þær birtast á ákveðnum stað eftir líkum sem hægt er að reikna út þegar þær rekast á Og eitthvað þá byrja ég bara. Skammtastökkin af einni sporgötu af aðra er hin eina raunverulega birtingarmynd þeirra. Rafeind er summa Dreg hann að gera hana svona svolítið litla. Þegar ekkert truflar hana er hún ekki á neinum sérstökum stað. Hún er hvergi. Dreg þessu líka svolítið niður. Það er engu líkara en að Guð almáttugur hafi ekki málað veruleikann með breiðu striki og þau láta sér nægja að reisa upp bauga. Nú er ég komið með 3 Skrifar og verði og hérna Í skammtafræðinni er engin og ákveðna stöðu þá byrjar þetta bara aftur upp á nýtt. Til að lýsa því sem gerist miðja vegu milli einnar víxlverkunar og annarar er notuð óhlutbundin stærðfræðiformúla
sem ekki til í raunverulegu rúmi. En það versta eftir þessi stökk sem sér hver hlutur tekur í víxlverkun við annan eiga sér ekki stað með fyrirsjáanlegum hætti heldur að langbestu leyti tilviljanakenndum. Það ekki mögulegt að sjá fyrir hvar rafeind birtist næst. Það einungis hægt að reikna út líkurnar á að hún birtist hér eða þar. Allt í einu höfðu líkur laumað sér niður allra heilagasta í eðlisfræðinni þar sem allt var talið lúta nákvæmum, afdráttarlausum og ófrávíkjanlegum lögmálum. Nú tek ég 5 spor hérna. 5 stundum 6. Já, alltaf sé ekki 6 hérna. Werner Heisenberg was working here in the years leading up to the genesis of quantum mechanics when he published his first paper on what he called Umdeutung, so the reinterpretation of physics. Kristján segir mér nánar frá Heisenberg að hann hefði unnið í Kaupmannahöfn á árunum sem líkti á sköpun skammtafræðinnar en hann hafi verið farin aftur til Göttingen þegar hann gaf út grein sína endurskilgreining eðlisfræðinnar. Kristján segir mótun skammtafræðinnar átti sér að miklu leyti stað hér í Kaupmannahöfn hjá Niels Bohr en einnig á 2 öðrum stöðum, Munich hjá Arnold Sommerfeld og Göttingen hjá Max Born. Werner Heisenberg ávíst að hafa sagt eitt sinn að hjá Sommerfeld í Munich hafa hann lært bjartsýni, hjá fólkinu í Göttingen stærðfræði og hjá Bohr eðlisfræði. So it's 3 places Svona sko. played a big role in Werner Heisenberg's own biography, but also in the genesis of quantum mechanics. Þá tek ég 2 spor hérna. Niels Bohr himself never contributed an article or a paper on the formalism of quantum mechanics in those formative years of quantum mechanics between 25 and 27. Þegar ég spyr Kristján nánar út í þátt Niels Bohr í mótun greinarinnar segir hann mér að Bohr hafi sjálfur ekki skrifað grein um framsetningu skammtafræðinnar á upphafsárinu 2 hérna. 1925 til 1927 en hann hafi Og svo fer ég í 5. og 7. Til hérna 1, 2, 3, 4, 5 Absolutely. These discoveries built upon a principle he og 6. came up with during the 1910s, the so-called Tengi aftur. correspondence principle, which was, if you will, a recipe to translate an equation from classical physics into quantum physics. And that recipe Með Bohr var opinn fyrir og hvetjandi í uppgötunum, spyr ég. Algjörlega, segir Kristján, enda hefði þetta verið uppgötanir sem byggðust á lögmáli sem hann sjálfur hefur fundið upp, samsvörunar lögmálinu, sem er eins konar uppskrift til þess að þýða hjörpur úr sígildri eða hefðbundinni eðlisfræði yfir í skammtafræði. Þessi uppskrift hjá Bohr virkaði nefnilega alltaf, stundum gekk hún upp, svo gast hann tekið sígildri eðlisfræði jöfnu og snúið henni í skammtafræðilega jöfnu og þannig fengið skilning á einhverju í hinum smáa kvantum skammtaheiminn. En í öðrum tilvikum gekk dæmið ekki upp. Málið snerist að finna nýja uppskrift sem virkaði alltaf, segir Kristján. Ef þú þarft að baka köku þá viltu ekki nota uppskrift sem að gengur upp einu sinni af 10 skiptum. Þú vilt baka köku sem að heppnast í 99% tilvika. Köku sem að raunverulega æt. Hver var lausnin, spyr ég? Lausnin var sem sagt að sleppa samsvörunarlögmálið og það í grundvallaratriðum hvað skammtafræði er. Þá var það komin sko hringin. Samsvörunarlögmál Bohrs. what quantum mechanics is, so Og það er að saminast is a sharpened Bohrian correspondence principle. þessi hérna. Það er eitt sem ég fyndi mjög áþreifanlega fyrir í lestrum mínum á hugmyndasögu skammtafræðinnar og það er að sagan virðist fyrir ólínuleg og flókin. Það er auðvitað að greina nákvæman upphafspunkt Og í það einu svona putta eiga að vera svona í þessari stærð eiga að vera 15. og sömulegis velja vísindafólk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, það var mikið af fólki sem tók þátt í mótun greinarinnar. 14, 15, 16,
18. Þannig að það eru 18. Það er yfirleitt svona 17 til 19 eftir að maður er búinn að búa til hringinn. Þannig að þá tek ég bara 2 inn, þá eru þeir orðin 16. Og aftur 2 inn. Margar hliðar sem allar eitt í raun að telja svipað veigamiklar, ótal margar hliðar sem erfitt er að raða í línulegri röð með greinilegu og sjálfstæðu upphafi og endi. Litlar sögur hér og þar sem hafa áhrif okkar ætti. Svo þetta er ára 15, eða voru þeir 18 á hann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, já, þeir voru 18. Tek hann inn hérna megin, svona á milli puttana. Búinn að taka inn 2. Eyjólfur Guðmundsson, svæði sem við kynntumst í síðasta viti, veltum þessu aðeins fyrir okkur. En það er erfitt að segja hana sko eins og sögurbækur grunnskóla og menntaskóla segja sögur. Að fyrst gerist þetta og það var þessi sem fann þetta upp og það var þessi. En þetta er einhvern veginn eins og með skammtafræðina, það eru margar hugmyndir, það skrifaði greinar og svo tekur ykkur í ykkur allt öðru landi upp boltan og hann gefur nýja vísbendingu og svo kemur ný vísbending og það er einhvern veginn ekki hægt að til einhvern veginn einum er það skammtafræðina til dæmis. Nei, ég held hún kemur frá mörgum stöðum, það er auðvitað hægt að nefna einhverja frumkvöðla en ég held að það er svona eftir á, ég held að Nei, ég tek núna hérna þessar 2, þá er ég komin í 15 í puttan. Ég er með 15 í baugfingri og í löngu töng er ég með 16 og í þumalputta 15 í baugfingri og vísifingri. Svona sko, þá er bara prjóna hingað. Skiljið þið svona aðeins þannig að maður sjá í hann hérna. Frásagnir, það er eins og mörg sjónarhorn að öllu og það aftur dregur okkur. Jæja, þá er þetta komið hingað sko. Það er bara svona. Sérstu alla í puttan sko. Þá er bara að loka þessu. Það tek ég hérna er nummer 2, strekki hann. Svo tek ég hennar síðasta, strekki hann og svo strekki ég þennan hérna. Svo þræði ég bara hringinn. Það er langbest að taka bara 2 í einu alltaf. Svo tók þetta bara saman.
Svona sko. Svo fer ég bara hérna inn í geng frá endanum sko. Svona. Peace. Það er bara að klára. Jæja, þá er allir puttar komnir. Nema þumalputtin. Maður byrjar svolítið, maður var að passa að byrja rétt á honum. Maður þarf alltaf að byrja að tengja og fara hérna efri leiðina. Því það verður einu umfram, annars kemur þumalputti til að standa svona beint út sko. Þannig þá byrja ég hérna í fyrstu neðri lykkjunni og svona. Og svo fyrir ég í fyrstu þessa hérna. Og þá er komin fyrsta lykkja og svo er þetta bara komið í gang. Þrjár svona bara beint í gegn og þá get ég byrjað að taka þetta spor. Svona sko. Svo þegar maður kemur hérna aftur í samsetninguna
sko getur verið að það sé svona ekki eða svona eins og það sé smá göt sko, en þá nota maður endan þegar maður gengur frá honum, þá stoppar maður pínu lítið í þetta gat. Það er með þessum hérna sko, það sem ég byrjaði með sko. Tekur hann og þegar maður er að ganga frá honum þá getur verið smá gat hérna og þá hérna og eins hérna getur líka verið. Þetta tekst ekki nógu vel sem gerist oft, virðist voða mikið koma svona algengt. Ég veit ekki hvort ég hafa nefnt það, en þetta er sko Álafosslopi. Hann hefur hentað best í þetta. Ég er búinn að pröfa alls konar aðra lopa og það er ekki, þetta er ekki svöl. Nú er hérna, ekki aðeins á þessum hérna. Næ, hérna. Þú þarf að fara að telja sporin og með þumalputtan, af því að hann er náttúrulega svolítið stórt gatið sem er gert fyrir hann, þá er hann alltaf margir, hann er 20 og eitthvað, 1, 2, 3, 21 og ég tek alltaf inn lykkjur hérna einhvers staðar inn í lóanum. Þannig að nú prjónaði bara þessi 21 og ég ætla að koma honum í 16. Nú prjónaði bara hérna og svo byrja ég að taka úr og fella hérna niður í 16. Svona. Þetta voru 21, þannig að ég tek núna 2 hérna áfram. Það var orðið 20. Tek ég 1 venjulegt. Og svo tek ég aftur.
árið það var 19. Það er ekki eitt venjulegt. Það er ekki 2, það var 18. Og 17. Ég ætla bara að taka, ég teka bara strax aftur. Sextán. Gott kvöld. Rafnetin Bitcoin hefur aldrei verið verðmætara. Og þá er bara Segir hún sjóðins að fara hringinn, fjármálakerfinu og þessi klára puttann. Hæstvirtinn alþjóðaviðskipti breytist. Utanríkisráðherra segir ástandið á Gaza óviðunandi og þetta sýnir allar verstu og grimmilegustu hliðar mannlegs eðlis. Framlag Íslands til flóttamannahjálpar Svona. Palestínu verður greitt á fjölda Jæja, þá voru allir puttar komnir. Svona helviti fínt. Jón Helgason prófessor hélt mjög skemmtilegan fyrirlestur þegar hann nefndi meðal annars í Kaupmannahöfn En nú er ég komið með þetta hérna. Nú ætla ég að fara í annað spór. Það er hérna, ég er komin hérna, kannski takk ég 1, 2 viðbót, 2 viðbót. Og þá ætla ég að taka annað spór. Sem er aðeins fljótlegra. Þá er maður ekki að snúa upp á þennan aftari hérna, þennan hérna. Þá hættir maður þessu sko. Þar af leiðandi munar það eitt lítið, örlítið handtak sem tekur sko eitthvað smástund. Nú fer ég bara og tek bara báða og þá var það bara komið. Svo er náttúrulega alveg típist að maður rugglist þegar maður er svona skipt spór. Taki svo óvart gamla spórið sko. Allt í einu inn á milli. Sérstaklega ef maður stoppar og byrjar aftur eftir smástund. Heyrðu, en þetta er bara svona. Þá tekur maður bara 2 og í gegn, bara alveg eins. Þetta ekki. Svona sko. Heyrðu, þá bara að prjóna svona eða sauma eða whatever 3 svona hringi.
þá er bara vettlingurinn að vera tilbúin, þá er bara að ganga frá endum. Sko. Herði nú, jæja, þá er hann orðið svona. Mjög fín. Bara ganga frá endum og ganga frá þessum hérna. Þegar ég er komin hérna upp, þá toga ég hérna alltaf í þessar 2 síðustu. Strekki þetta svona aðeins niður. Á feitar þetta svona smá út. Ekki það að þurfi. Ég geri það bara. Svo geri ég bara eina svona venjulega lykkju. Herði það. Og þræði hérna í smá spotta. Svona sko. Og þá er þessi hérna. Ef maður fer í hann hérna, þá sér maður hérna, það gapir örlítið í samsetningunni. Þá nota ég bara endan til þess að stoppa aðeins í það, reyna að gera það svona þannig að falli inn í saumaskapinn, þannig að sjá sem minnst. Það er enginn sem sagði að það var auðvelt, en það gerir bara eitthvað svona. Bara ekki herða mikið. Það var laust. Svona eitthvað þræði ég hérna ganga frá endan og þá fer ég þannig að ég fari yfir gatið líka svona ganni. Svona, þá er það þessir. Þeir eru nú bara svo fínir. Það er bara að stinga þeim hérna aðeins. Ekkert vandamál með það. Þannig að þá bara þessi vettlingur búinn. Þá bara einn eftir. Því að ég er svo heppinn að vera með 2 hendur. Og flestir. Þegar maður gengur, þegar maður gengur frá þessu hérna sérstaklega inn í lóanum á vettlingunum, þá þæfist endinn alveg, hann fer aldrei neitt. Hann fer aldrei á flakk þessi sko. Svo er triksið í þessu, það er að ef þeir verða loðnir, þegar maður er búinn að nota á mikið, þá bara svíða þá, bara með kveikjara. Það er alveg stórsniðugt. Ég geri það fyrir, með veiðivellinguna mína og svona. Til þess að þeir fær ekki flækjast í veiðifjólunum og eins í skotviðinni. Það sé ekki allt í hárum út allt. Það geta orðið smá loðnir sko, þegar maður er búinn að nota á svolítið.
Svona sko. Þá er bara þessi done. Og þessi alveg ódone. Bara komin eitt putti. Ok. Herðu, ég vona ykkur kannski einn geti nýtt sér þetta. Hérna er svona, þetta eru veiðigriflur. Ég hef notað þessa í skotveiðinu og stangveiðinni, og stangveiðinni þá ger ég líka bara griflur og svo líka með 3. En mér finnst þetta að vera bara mjög fínt. Af því að maður getur gert bara fullt með þessum 2 puttum. Maður notar eiginlega bara þá, og til hvers að láta þessa verða ískalt þegar þarf ekki. Ég mæli með þessu fyrir skot og stangveiði. Þetta er geggjað. Þetta er hlýtt og gott. Það eru takk fyrir. Vonaði lærið eitthvað af þessu.